Katrínu Fjeldsted formanni nefndar B til að ljúka þessari umræðu tillögur nefndarinnar. Gjörðu svo vel. Kærar þakkir fyrir það. Þetta hafa verið áhugaverðar umræður eins og við áttum í rauninni von á. Enda mikil vinna sem að nefndin hefur sett í þetta verk og auðvitað ekki verkið fullkomnað. Það hafa mjög gagnlegar ábendingar borist og vissir veikleikar sem í okkar málflutningi verða styrktir eftir umræður hér í ráðinu. Ég veit ekki, ég lít nú svo á að það sé nokkuð til í því sem sagt að sérhver þjóð eigi skilið að hafa þá stjórnmálamenn sem hún kýs yfir sig. En jafnframt ég auðvitað svo bjartsýnismanneskja að halda að framtíðin muni bera í skauti sér hæft og snjallt fólk, greint og gott, sem veljist í starf og komi Íslandi áfram. Ég vil vera bjartsýn og horfa fram á veginn. Auðvitað erum við með stjórnarskrá að reyna að setja fyrir lekana. Við viljum að öll dýrin í skóginum séu vinir. Við viljum að fólk komi sér saman. Við viljum frekar, og ég náttúrulega núna að tala fyrir sjálfa mig, ég vil miklu frekar að þingmenn og flokkar komi sér saman mál heldur en þeir séu skotgröfum að reyna rífa hvern annan á hol. Þannig að ég lít svo á að við verðum auðvitað útfæra með vissum hætti í stjórnarskrá svona þessa neikvæðu hliðar stjórnmálana, þó ég vilji einblína á jákvæðu hliðarnar. Hvað varðar ýmis atriði sem hér hafa komið fram, ég held að sé of langt mál að ég fari að fara ítarlega ofan í þau. Sumum hefur verið svarað af öðrum nefndarmönnum og ég þakka þeim kærlega fyrir það. Ég tel hins vegar alveg ljóst að við séum með okkar tillögum að vinna í anda þjóðfundar, að aðskilja framkvæmdavald og löggjafavald og að skýra og skerpa þessi skil og að ábyrgð fylgi valdi og vald fylgi ábyrgð. Við eigum auðvitað eftir að taka fleiri þætti sem hvernig við ætlum að tryggja völd almennings gagnvart þessum gagnvart löggjafavaldi og framkvæmdavaldi og standa vörðum hinn almenna borgara hérna í þessu landi. Við eigum eftir að taka þá umræðu, við eigum líka eftir að ræða hlutverk heimamanna, altså sveitarstjórna og hvernig þeir spila inn í þessa mynd. En við erum í B-nefnd að reyna að púsla saman heillegri mynd, í henni eru margir bútar. Ég gerir ráð fyrir á næsta fundi ráðsins eða fljótlega verði farið í nánari útlistun á því sem við munum leggja til forsetaembættið. En allt hangir þetta saman og við teljum okkur vera að vinna í anda þjóðfundar, við viljum gera það, við viljum vinna í anda þess sem fólkið í landinu krefst af okkur með réttu. Og ég vil þakka nefndarmönnum í B-nefnd kærlega fyrir þeirra innlegg hér á þessum fundi, þar sem við ræddum forsetaræði og þingræði, fyrst og fremst þingræðið að sjálfsögðu, og svo vil ég þakka ykkur öllum í ráðinu fyrir að taka svona virkan þátt í þessu hér á þessum fundi. Takk fyrir.